Já, ég ætla að tala nokkur heilkenni, eða syndrom eins og það heitir á ensku. Það eru heilkenni eins og Stockholms heilkenni, það þekkja allir. Og svo eru til fleiri heilkenni. Og eitt er hanaheilkennið. Hanaheilkennið er það að haninn galar á hverju morgni, svona milli 4 og 5, 4, 5, 6, þá byrjar haninn að gala eins og hálfviti. Og svo galar hann og galar á hverju morgni og skömmu síðar kemur sólin upp. Og hann stundar þetta í mörg ár. Og svo fer haninn að hallast að því að sólin komi upp af því að hann galar. Og það er svipað með ríkisstjórnina. Það er eins og ríkisstjórnin, eða stjórnir trúi því að allt sem gerist í landinu, góð uppskera eða dugnaður fólksins og allt þetta, það sé allt saman þeim að þakka. Og svo er haninn búinn að telja, svo fer haninn að segja öðrum frá því að kannski hænunum, eða hann fer að segja að takið eftir því að ég stjórna sólinni. Alltaf þegar ég gala þá kemur sólin upp. Þetta lítur allt saman að vera mér að þakka. Þannig að ef ég fæ ekki besta sætið í hænsnahúsinu og þið látið mig njóta besta matarins, þá mun ég ekkert gala á morgun. Og þið vitið hvað það þýðir. Það þýðir að sólin kemur ekki upp. Þannig að það er eins gott fyrir ykkur að gera eins og við segjum. Og þetta er hanaheilkennið. Síðan er annað heilkenni sem heitir kannski kalla það á íslensku fullt af drasli heilkennið, eða konsumerismi, eða kaupa. Og það var í einum afskekktum stað á Hnattakringlunni einhvers staðar, að þar var sett upp herstöð. Einhvern tíma var þetta svæði hernaðarlega mikilvægt og það var bara skúpað upp einni herstöð og fóru að koma flugvélar og lenda og gera smá flugvöllur og þarna flæddi inn fullt af flottu liði sem var með tyggjópakka og súkkulaði, og við þekkjum þetta nú kannski frá Íslandi. Svo allt í einu var þessi staður ekkert lengur hernaðarlega mikilvægur og frumbyggjarnir þarna hefðu nú kynnst þessu fólki og fengu að njóta góðs af, fengu fullt af súkkulaði og svona alls konar gúmmulaði. Og svo var þetta ekki lengur hernaðarlega mikilvægt, flugvöllurinn lokað og herinn, eða fólki fór bara í burtu. Og þeir sem sátu eftir, frumbyggjarnir, þeir söknuðu þess að fá ekki allt þetta dót. Þannig að þeir bjuggu sér úr kókosnitum, svona hljóðnöðu sem þeir hafði séð hina vera með, sem voru með fluginu, og svo fóru þeir að gera alls konar svona hreyfingar, eins og þið vitið að er í flugi, það eitthvað svona hreyfing, og þeir fóru að gera þetta, og þetta var orðið svona hálfgert ritual hjá þeim. Að gera þetta aftur og aftur, og þeir voru alltaf að bíða eftir því að tyggjóið eða súkkulaðið kæmi. Þetta er eitt heilkennið enn, og það er þetta að vilja fá allt fullt af drasli. Og alþýða manna er nú orðin ótrúlega háð svona dóti í pökkum. Og bara mat í pökkum, fólk er drullur hætt við kjöt. Það er búið að búa til svoleiðis hræðslu kringum kjöt og fólk er logandi hrætt við þetta. Og maður bara skilur ekki hvernig til dæmis úlfar og dýr og minkur og alls konar svona sem að drepa sér til matar og borða bara kjötið hreint. Það er nú ekki eins og þeir sjóði kjötið eða steikið það örlítið, þeir éta það bara hreint, hrátt. Og hversna eru þessi dýrastofnar ekki bara gjörsamlega út dauðir ef þetta er svona hættulegt að borða kjöt? Þannig að þarna sjáu þið nú eitt ruglið. Nú svo er það Stockholms-syndrómið, Stockholms heilkennið. Það er heilkenni þar sem að fólk er rænt af mannræningjum og síðan neyðist fólk og mannræningjar að eyða einhverjum tíma saman af því að það er kannski verið að græja lausnagjald eða einhverjir samningar í gangi eða eitthvað. Og mannrækjarnir þurfa náttúrulega að gefa þessum föngum sínum fæði og hugsa þá. Og það er þekkt
að fangarnir eða þeim sem hefur verið rænt að þeir fara að treysta á þessa mannræningja sína og síðan að þegar að búið er að greiða úr öllum flækjum og fólk má fara heim þá er það stundum komið fyrir að fólk vil bara vera áfram hjá ræningunum, það þorir ekki að flytja sig. Og þetta er þessi gríðarlegi ótti mannskepnunar við eitthvað nýtt eða fara að hreyfa sig, að pröfa eitthvað nýtt og þetta er hreinn ótti, þetta er bara ótti sem að fólk lætur stýra sér. Og það er bara eins og ef þið væri með seglskútu og síðan væri vindur og við hugsum okkur að vindurinn sé hræðslan, það sem einhver aðstæða sem hræða þig og þú bara gerir ekkert í því, þú lætur bara, og þá mun skipið bara sigla með vindinu og það lendir á einhverju skeri eða það er einhver hindrun sem að gjörsamlega rústar skipinu ef þú gerir ekkert. En hins vegar ef þú gerir eitthvað og tekur í stýrið, fellir þetta segl og ert alveg á fullu og þá getur þú siglt bátnum og ákveðið hvert hann fer. Þótt að sé vindur og læti og þegar maður séð svona í bíómyndum þegar seglskútur að fara í stormi, það er mikilfengileg sjón. Og fólk er einhvern veginn það bara svona fer undan vindi og það enda alltaf bara með allir lenda upp í skeri. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa hugrekki til breytinga og láta ekki eitthvað svona heilkenni fara illa með sig og það er náttúrulega ljóst að þeir sem eru í það sem ég kallaði elitemafínu, þeir kunna þetta alveg upp á 10 að höfða til þessara tilfinninga fólks, hræðslu við breytingar, allur þessi pakki. Og þið sjáu bara í kosningasjónvarpinu hjá Skrúfu, að það er bara svo stuttur tími, fólk er að kynna sitt framboð, ætlar að taka við stjórn skútuna næstu árin og það er bara, hvað þarf að gera? Já, við ætlum að gera þetta og já, bara búið, það er bara ekkert meira en það. Og þetta sé náttúrulega hver maður að gengur ekki. Þannig að ég vil svona bara aðeins upplýsa fólk hvaða heilkenni er í gangi og svo er eflaust fleiri heilkenni, það væri nú gaman að fá hugmyndir hér að neðan fleiri heilkenni og ég get á fjallað þau. En við skulum vera meðvituð það að ef við óttumst eitthvað nýtt, að þá erum við fangar óttans. Og það viljum við ekki vera.